Hæ öll. Í þessu myndbandi lærið þið hvernig og hvar á að eiga viðskipti með dulritunarframvirka samninga fyrir byrjendur, hvernig á að fá skráningabónus og hvernig á að opna fyrstu framtíðaviðskiptin. Ég mun reyna að útskýra allt fljótt og einfaldlega. Fyrir byrjendur er Binance besti kosturinn. Það býður upp á fjölbreyttasta úrval viðskiptatækja. Binance er öflugur og áreiðanlegur vettvangur sem veitir byrjendum allt sem þeir þurfa fyrir örugga byrjun, einfaldleika, öryggi, lausafjárstöðu og möguleikan á að vaxa smám saman frá einföldum kaupum á dulritunargjaldmiðlum yfir í flóknari fjárhagsfærslur. Ennfremur er Binance dulritunargjaldmiðla skiptamarkaðurinn númer 1 í heiminum. Athugið. Bónusinn virkjast þegar þú skráir nýjan reikning, svo vinsamlegast fylgdu leiðbeiningunum í myndbandinu. Ef þú hefur þegar búið til reikning getur þú eytt honum og búið til nýjan, eins og sýnt er í þessu myndbandi, til að tryggja að endurgreiðslubónusinn þinn sé virkur. Ef þú ert ekki með reikning, þá skulum við halda áfram með skráninguna. Förum á vefsíðu skiptisins Binance. Farðu á skráningaformið. Sláðu inn netfangið þitt. Næst þarftu að staðfesta að þú sért manneskja. Næst þarftu að staðfesta netfangið þitt með kóðanum sem verður sendur á netfangið sem þú gafst upp. Næst þarftu að finna lykilorð. Síðan, mjög mikilvægt skref, á þessari síðu þarftu að slá inn bónuskóðan sem verður í lýsingunni undir myndbandinu. Þessi kóði gefur þér 20 endurgreiðslubónus á meðan þú ert að stunda viðskipti. Eftir þetta þarftu að staðfesta reikningin þinn. Ekki hafa áhyggjur, þetta er fljótlegt og einfalt ferli. Þegar það hefur verið staðfest verður viðskiptareikningurinn þinn virkjaður og það eina sem eftir er að gera er að fylla á reikningin og byrja að eiga viðskipti með framtíðarsamninga. Til að fylla á inneignina þína smellirðu á hnappinn Deposit og velur þægilega áfyllingaraðferð. Best er að nota tvöp, hér þarftu að tilgreina upphæðina í dollurum og velja þægilega greiðslumáta fyrir þig. Af þeim valkostum sem taldir eru upp hér að neðan, skal ekki aðeins taka tillit til gengisins, heldur einnig einkunnarinnar. Þá þarftu að velja þann valkost sem hentar þér og smella á BUI-USD. USD eða Tether er stærsta stöðugildið í gjaldmiðlinum, tengt eitt við Bandaríkjadal og þjónar sem stafrænt jafngildi þess. Við þurfum USD til að kaupa og selja framtíðarsamninga, eins og sýnt er síðar í myndbandinu. Eftir að þú smellir á BUI-USD þarftu að ljúka greiðslunni samkvæmt innsæisríkum leiðbeiningum. Ég mun ekki gera þetta núna því ég er þegar með USD á reikningnum mínum. Að lokum, ekki gleyma að smella á Transferit, Notify Seller. Þegar seljandi staðfestir móttöku greiðslunar verða fjármunir færðir inn á reikningin þinn. Þegar USD-reikningurinn berst inn á fjármögnunarreikningin þinn þarftu að millifæra hann yfir á framtíðarreikningin þinn. Til að gera þetta skaltu fara í kaflann framtíðaviðskipti. Fyndu hnappinn Transfer. Næst skaltu velja hvaðan á að flytja. Funding og hvar. Futurus. Það er það, peningarnir þínir eru nú komnir inn á framtíðarreikningin þinn. Nú geturðu gert þín fyrstu viðskipti, við skulum kaupa Bitcoin framtíðarsamninga. Ég skal sýna þér einfaldasta dæmið. Fyrst þurfum við að velja skuldsetningu. Við veljum tvög skuldsetningu, því lægri sem skuldsetningin er, því minni eru líkurnar á að tapa öllum peningunum þínum. Nú þurfum við að ákveða hvort við viljum opna stöðu upp eða niður. Við skulum opna langa stöðu, sem þýðir að við gerum ráð fyrir að Bitcoin muni hækka og við munum hagnast. Nú þurfum við að tilgreina verðið sem við munum kaupa á. Til þæginda, smelltu á tiltækverð, veldu 100 magn til að skuldsetja stöðuna að fullu með tvög skuldsetningu og smelltu á BUI Long. Það er það. Viðskipti okkar eru opin. Eftir smá stund sjáum við að verðið hefur hækkað og nú þurfum við að loka stöðunni okkar og festa hagnaðinn. Til að gera þetta, smelltu á Market hnappinn. Til hamingju, þú hefur fest hagnaðinn þinn. Þetta lýkur þessu myndbandi.
Ef þú hefur einhverjar spurningar, vinsamlegast skildu eftir athugasemd, ég mun reyna að hjálpa. Bless öll.